Nauðgunarmenning þrífst hér á landi, segir fyrrum framkvæmdastýra UN Women á Íslandi. Hún segir umburðarlyndi ríkja gagnvart kynferðisofbeldi. Útihátíðir eru síður en svo séríslenskt fyrirbæri. Sé litið til annarra þjóða má nefna tónlistarhátíðina Glastonbury á Englandi. Hana sóttu 100.000 gestir árið 2008. 2 nauðganir voru kærðar á þeirri hátíð. Til samanburðar má nefna að tilkynntar nauðganir á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum verslunarmannahelgina sem leið eru 2-falt fleiri. Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir þekkir þennan málaflokk vel, en hún er fyrrum framkvæmdastýra UN Women á Íslandi og undirbýr nú opnun athvarfsgeðvík fyrir þolendur mansals og vændis. Hún telur rót kynferðisofbeldis vera að finna í íslenskri menningu. Ég held að kannski megi alveg tala eitthvað sem kallast nauðgunarmenning, og nauðgunarmenning er þá viðhorfin okkar, kerfið okkar, samfélagið okkar sem einhvern veginn allt miðar að því að gera lítið úr nauðgunum, verja ofbeldismanninn og setja síðan ábyrgðina einhvers staðar allt annars staðar en þar sem hún á heima, sem er hjá ofbeldismanninum. Steinunn segir umburðarlyndi gagnvart nauðgunum eiga sér margar birtingarmyndir. Fjölmiðlar fjalla nauðgunum sem samskiptavandræði og við sáum það aftur í þessari viku þar sem yfirmaður útihátíðar talaði nauðganir sem misbrest í mannlegum samskiptum þegar í raun er árás að ræða. Tónlistamenn sem kalla konur hórur og bæjarstjóri sem sé sig knúinn til að taka fram að barn sem var beitt kynferðisofbeldi í bænum að það mál hafa bara ekkert með bæjarfélagið að gera. Allt þetta helst í hendur og býr til menningu umburðarlyndis gagnvart kynferðisofbeldi.